Komið sæl og blessuð og eru velkomin í umfjöllunum annað mótið og Eimskipsmótaröðinni í ár, Securitas móti sem framfór í Vestmannaeyjum helgina. Hér sjáum við stöðun eftir 36 holur í kvennaflokkinum. Anna Sólveig Snorradóttir úr GK var þar í forystu, hafði 1 forystu á Signýju Arnórsdóttur. Þarna erum við komin til leiks á 9. braut. Þarna Tinna Jóhannsdóttir úr GK með bara nokkuð gott pút fyrir. Þetta var fyrir fugli. Fyrir fugli, já. Íris Katla setur niður fyrir fínu pari. Það er nú ekkert rosalega auðvelt að fá par á 9. brautinni í Vestmannaeyjum. Og þetta var reyndar skolli hjá Tinnu. En hér með mér Jón Júlíus Karlsson, Suðurnesja maðurinn knái að lýsa með mér þessi móti sem var í Vestmannaeyjum helgina. Hann fylgdi þeim eftir þar sem sagt. Hann eru komin í lokarásópin, ekki sett? Jú, þarna slæðir Anna Sólveig sem var á þessum tímabúti 2 höggum á eftir Signýju Arnórsdóttur úr Keili. Og hér Karen Guðjónsdóttir úr GS. Hún að vippa hérna fimlega inn á 9. flautina. Signý lenti í smá vandræðum á þessari braut og þarna hún að slá sínu 4. höggi upp úr glompunni. Já, Anna Sólveig, ein af þessum ungu efnilegu kylfingu núna, þær voru reyndar ekki með í þessu móti. Sunna Víðisdóttir úr Golfklúbbi Reykjavíkur og Guðrún Brá Björgvinsdóttir sem urðu í 2 efstu sætunum í fyrsta Eimskipsmótaröðarmótinu, Egils gullmótinu, en Anna Sólveig ein af þeim sem að gera tilkall til að banka á dyrnar hjá þeim bestu. Algjörlega. Og Karen mjög efnileg líka. En þarna, já, og þetta var 2 skotleiki sett hjá Signýju á 9. braut. Jú, og þá með þessu búti hefði Anna Sólveig geta jafnað við Signýju, en þessi stað fekk hún skolla eftir 3 bút. Og þannig var hún 1 höggi á eftir Signýju. Skemmtilegt atvik hérna á 12. flautinni. Hér sjáum við Heiðu Guðjónsdóttir úr GK og Jóð vippar hérna skemmtili. Já. Og andartökum síðar þá vippar Þórdís Geirsdóttir líka í. Hún var reyndar ekki að bíða eftir myndatökumanninum hana. Nei, þannig að myndatökumaðurinn okkar náði því ekki hjá. Nei, því miður. Já, hún búin að fá nóg af golfhöggum sýnd í sjónvarpi, Þórdís eða ekki. Já, hún alltaf með árangur reynslu í þeim bransa. Já, en já, hann að 2 í sama rásóp vippuð í á þessari flöt. Þetta á 11. braut, ekki sett? Jú, hér sjáum við Ingunni Gunnarsdóttur vippa eða slá vel úr glompu, lenti í smá vandræðum, þannig að þetta var hennar 4. högg. Íris Katla reyna við fuglinn og svo bjargar hún Ingun góðum skolla hér eftir smá bras á 11. brautinni. Íris Katla setur svo niður fyrir parinu. Það var það Tinna. Hún fekk nú par á þessa braut, en það var nú því miður var þessi dagur ekki nógu góður hjá henni og þetta mót kannski ekki alveg nógu gott. Nei, en hún á alveg eflaust talsvert inni og mun örugglega mæta sterk í næsta mót. Já, engin spurning, við vitum hvað hún getur. Hér sjáum við Önnu Sólveigu í hlíðinni, hún þurfti 2 högg til að komast þaðan, lenti í smá vandræðum. Þetta var nú vel gert hjá henni, þetta högg. Og bjarga skolla, þetta hefði nú getað farið verð hjá henni, en þarna var nú reyndar að tapa höggum eftir fína byrjun á hringnum. Já, á þessum tímapunkti þarna eftir 11. braut þá er hún samt sem áður 1 höggi á eftir Signýju eins og áðan eftir 9. Og þá erum við komin yfir á 13. brautina sem að margir kylfingar eiga oft í vandræðu með. Ágætlega gert hjá Signýju þarna. Og Karen með þrælgott vipp hérna inn á 13. flautina. Tryggir sér parið þannig eða ekki? Jú. Og þá það Anna Sólveig úr glompunni í sínu 3. höggi. Já, þetta var nú full mikið gefið í. Já, talsett eftir fyrir parinu. Það hefur eflaust verið svolítið strembið fyrir kylfinga að lesa hraðan á flautunum sem var að breytast þarna, vindur á móti og rigndi svona við og við. Þannig að maður sá það að kylfingar átti erfiðleikum með að finna tilfinningu fyrir hraðanum á flautunum. Já, það komu ansið góðir skúrir, er það ekki? Þarna
á lokadeginum. Jú, aðalega samt svona undir lok ringsins hjá stúlkonum og einnig hjá köllunum. Það var að Tinna. Hér erum við á 14. braut, skemmtileg par 3 braut. Íriska ætla slæri næst. Þéttur hliðarvindur hann á þær. Já, það var stífur vindur en þó minni heldur en var í kortónum, þannig að það var aldrei spurningum að þetta væri leikhæft. Já. Það vill nú alveg blása þarna eins og reyndar á mörgum golfvöllum á Íslandi. Þarna var faðir Tinnu Jóhann sjálfur. Það er mjög mikið að foreldrarnir eru kylfusveinar fyrir afrekskylfingana, bæði ekki bara þá yngstu. Já, þetta er mikið fjölskyldusport, golfið. Já, og það er náttúrulega talandi fjölskyldusport að fjölskylda Tinnu Jóhannsdóttur er náttúrulega, ég veit ekki, það eru bara fréttir ef einhver þar er ekki á bólakaf í golfinu. Ég held að það sé engin skortur af golfgenum í þessari ætt. Nei, og margir Íslandsmeistaratitlar komnir inn í það ætt. Hér sjáum við Signíu slá af 14 teik, átti bara mjög gott högg og kom sér í góðan möguleika á fugli. Anna Solveig slær þar í kjölfarið. Hún fór örlítið öðru sér leið að hólunni en með svipuðum árangri. Báðar í góðum séns fyrir fugli. Talandi um fjölskyldusportið, það er heilu fjölskyldunar að fylgjast með. Ekki náði Anna Solveig í fuglinn sinn. Nei, hún var ekki að setja niður mörg svona fuglabút, hefði eflaust viljað búta betur en var að slá mjög vel í mótinu. Kom sér í mörg fuglafæri. Þarna getur Signý náð 2 högga fórustu á Önnu Sólveigu. Og gerir það. Vel gert hjá henni hérna á 14. brautinni. Og á þessum tímapunkti var Karen 1 höggi á eftir Önnu Sólveigu og 3 höggum eftir Signíu. Þarna erum við ekki nema 4 hólur eftir. Þá erum við konir yfir á 15. brautina. Það var inn á höggi hjá Signíu. Anna Solveig fyrir pari, já. Já. Þetta var sem sagt skolli á henni á þessari braut sem að býður upp á það að þetta er svona svolítil fuglahóla, en ég veit ekki hvernig stóð vindurinn á hana. Já, hún var bara strempin mótvindur sem er svo sem ekkert vont á þessari hólu, þar sem að hún er nokkuð stutt. Þá var það Ingunn hérna á 16. brautinni, ágætlega að slegja á henni við tiltölulega erfiðar aðstæður. Og það er þessi 16. braut, hún hefur nú reynst örlaga valdur í ansi mörgum golfmótum hana. Já, hún virðist hreinlega bara ráða úrslitum í mótum á Eimskipsmótaröðinni í Vestmannum ár eftir ár. Já. Þannig að kylfingar ganga gríðarlega sáttir með par af 16. brautinni. Og hér fær Íriska Atla með gott par. Og í þessum vindi eins og hann var, hvernig kom hann inn á 16. brautina? Hann er svona, hann leiðir boltan eiginlega út fyrir vallamörk, þannig að ef þú slær boltan frá hægri til vinstri, að þá ertu í rauninni í stór hættu að missa hann út fyrir vallamörk. Sem að margir gerðu. Já, sérstaklega í kallaflokki. Já. Hún Signý lendi myndi því að hún sló út fyrir vallamörk og var því að tapa höggum hér á 16. Já. Og þarna er Solveig að slá sínu 4. höggi. Þannig að hún átti góðan möguleika á að ná höggi tilbaka á Signíu sem var þarna með 3 högga fórustu. Já. Og þarna, þetta var, hvað var þetta, parpút hjá Signíu eða hvað? Já. Þrátt fyrir að hafa mist boltan út fyrir vallamarkin, það kom fallegt pút hjá Karen, hún náði sér í skolla þarna. Og þá er þetta skollapút Signíjar. Hún þarf að sætta sig við 2-faldan skolla og tapar því allavega höggi hér á Önnu Sólveigu. Anna Sólveig misti pútið fyrir parinu og þurfti því að sætta sig við skolla. Þannig að hún er núna 2 höggum eftir Signíu þegar 2 hólur eru eftir. Já. Þá eru komin yfir á 17. braut, par 3 hóluna sem er yfir víkina. Og hún var erfið í þessum vindi. Já, það er örugglega eflaust mjög erfitt að lesa hvaða kylfi á að taka á þessum teig, enda stífur að manni finnst mótundur frá flautinu séð, en á teignum geti þetta lítið út fyrir að vera
glimrandi meðvindur. Já. Kylfingar eru rauninni alveg óvissir hvaða kylfur á að taka. Þannig að sáu Önnu Sólveigu slá í flatarkantinn. Já, en Signý var ekki að peppin. Hún lendir í því að slá hérna hreinlega út í sjó. Já. Þannig að hún þarf að taka sitt þriðja högg af teig. Og hér er Karen að slá sínu öðru höggi. Og sömuleiðis Anna Sólveig. Þetta vel gert, tryggi parið. Þarna getur hún sótt nokkur högg. Hér er Signý að reyna að ná Í skolla? Ja, tvöfaldan skolla þarna. Já. Hún þurfti að sætta sig við að spila hóluna á 6 höggum eða 3 höggum í pari og tapar 3 höggum á einni hólu á Önnu Sólveigu. Þarna var bara tafli búið að snúast við. Þarna var Anna Sólveig allt í einu komið með 1 höggs forystu fyrir lokahóluna. Já, og Karen setur niður gott púttur í pari og er því bara komin í baráttuna sigurinn. Já, og er í orðin jöfn Signíu. Þannig að fyrir lokahóluna þá var þetta bara allt í einu allt komið í háa loft. Já, eins og það getur mikið gerst á 16. og 17. brautinni eigum eins og svo sögurnar sanna. Svo endum við á 18. brautinni sem er par 5 hóla og býður upp á það líka svolítið dramatík sko. Þannig að Herjólfsdalurinn er nú eins og við sáum áðan gríðarlega fallegur og í góðu veðri þá er þetta nú einn fallegasti golfvöllur á Íslandi. Já, og líklega bara í Evrópu, það er margir sem að dásta þessum velli. Karen lendi í smá vandræðum á 18. Hún sló þriðja högginu sínu þarna í vatnið og þar með var hún úr leik í baráttunum sigurinn. Anna Sólveig að slá sínu þriðja höggi inn á 18. flautina og hún vissi þarna að par gæti dugandi sigurs. Signý þurfti aftur á móti að sækja, var 1 höggi og eftir Önnu Sólveig á þessum tímabúti og þurfti nauðsynlega á fugli að halda. Þetta var hennar þriðja högg, ekki sagt? Jú, þannig að hún pútar hérna fyrir fugli. Þurfti eiginlega að setja þetta í. Og lætur hann læðast svona fram hjá hólunni. Það er nú vel gert hjá henni. Já. Niður í móti pút. Þannig að hún fekk öruggt par og þurfti þá að bíða og sjá hvað Anna Sólveig myndi gera. Þetta er hennar fuglapút, ekki sagt? Anna Sólveig að reyna að tryggja sér sinn fyrsta sigur á Eimskismótaröðinni. Þetta var náttúrulega óþægileg vegalengd sem hún skildi eftir fyrir fyrsta sigrinum. Setti 1 metra eða kannski vilja vera örlítið nær. Já. En pútar þetta. Setur þetta í að öryggi. Og þar með ljóst að Anna Sólveig er búin að vinna sinn fyrsta sigur á mótaröðinni. Við erfiðar aðstæður. Feikilega efnilegu kylfingur þarna á ferðinni sem eflaust á eftir að vel að sér kveða í framtíðinni. Anna, þinn fyrsti sigur á Eimskismótaröðinni, hvernig er tilfinningin? Bara æðisleg, ég er ógeðslega ánægð. Ég reyni svona að sleppa að fylgjast með skorunu og ég var náttúrulega ekki alveg viss en ég var samt svona eiginlega búin að fatta það en samt ekki. Þú hefur 2 sinnum orðið í öðru sæti í fyrra, þannig að það lítur að hafa verið rosa gott að vinna núna. Já, þetta er bara geðvig tilfinning og svona loksins. Ég er samt ekki búin að náttúrulega bíða eftir þessu en allavega að fá að vinna fyrsta sæti er bara geðvigt. Vandar að vera svolítið erfitt að spila í þessu roki og sérstaklega þegar rigningi kom í seinnipartinn? Jú, það var alveg ógeðslega frekar erfitt en ég var með góðan kaddi þannig að það bjargaðist allt. Mamma hefði að standa sig vel á pókanum? Já, hún var bara nokkuð góð sko, ég átti ekki eiginlega að vona þessu. Ertu sátt með þína spilamennsku í mótinu? Já, ég er bara ótrúlega ánægð sko. Og fín byrjun á sumrinu? Já, klárlega. Ég get ekki verið ánægðari. Þannig að þú ert með nokkuð háleit markmið í sumar, eða ekki? Jú, miðað við að vinna hérna annað mótið þá mun ég allavega reyna að vinna kannski fleiri mót þannig að ég er með alveg há markmið núna. Það er alltaf eitthvað að bæta þannig að ég ætla að vera dugleg á æfingasvæðinu bara núna og já, bara að æfa. Nýta hana meðbyr þegar sjálfstöðstuð vex væntanlega? Já, það er alveg búið að vaxa alveg frekar mikið þannig að það sýnir sig alveg út á velli. Hér sjáum við lokastöðuna í Securitas-mótinu í Vestmannaeyjum. Anna Sólveig Snorradóttir, golfklúbbnum Keili, vann, Signý Arnórsdóttir í öðru sæti og Karen Guðnadóttir í þriðja sæti. Þá förum við yfir í karlaflokkinn. Þetta var dramatískur lokadagur, ekki satt hjá? Jú, heldur betur. Andri Þór Björnsson byrjaði daginn í forystu og einn stórefnilegi 14 ára kylfingur Fannar Ingi Steingrímsson úr Hveragerði þar á höggju eftir og 5 höggum undir pari. Það stimpla sig sterkt inn í mótaröðina. Já, þetta er feikilega efnilegu drengur og maður trúir því varla að hann sé bara 14 ára gamall og hér sjáum við teighöggin hjá þeim á fyrstu braut.
Það var magnað að fylgjast með Fannari. Þarna Fannari með ljósihúfuna. Já, í mótinu. Hann spilaði alveg glimrandi golf og fáta með öryggi. Skemmtileg saga bak við þetta vipp hjá Andra Þór. Hann nærði því í tökumann og boltinn fór þaðan í golfbílinn sem var þar rétt fyrir aftan og boltinn svo rúllaði að flötinni. Þannig að hann var stálheppinn hérna á 9. brautinni. Hann hagnaðist á golfbíl tökumanns. Já, hann hefði svo sem getað farið langt með það að binda enda á líf hans þarna á... Já, þú meinar, hann hafði ekki nóg með að bjargaðist mannslíf, heldur hagnaðist kylfingurinn á þessu, þannig að það var nú gott. En Andri Þór sló reyndar höggið úr mjög erfiðri aðstöðu. Hann misti boltan eiginlega yfir á 18. brautina, þannig að hann sá rauninni aldrei hvert hann var að slá. En þetta sjáum við margótt í sjónvarpi erlendis að annarkvort lendir boltinn í áhorfenda eða áhorfendastæðum eða hvað er og stundum hagnast kylfingar að því og stundum ekki. Hér bjargaði mitt Andri parinu og hann þakkar svo tökumannum kærlega fyrir aðstöðuna. Og Björgvin Sigurbergsson, hann kann ýmislegt fyrir sér í golfíþróttinni og hann var mættur til leiks í Eyjum. Hann hefur nú staðið sér vel á þessum velli í gegnum tíðina. Ég held að ég sé að fara rétt með að hann hafi unnið sinn fyrsta sigur á mótaröðinni í Vestmannaeyjum 90 og eitthvað. Ég man nú ekki alveg nákvæmlega árið en þannig að þessi völlur hefur svona reynst honum vel í gegnum tíðina. Þarna sjáum við aðeins aðstæðurnar í þessu skoti. Þarna var mitt byrjað að rigna svona duglega og eiginlega segja að það hafi verið svona lemjandi rigning sem að nú ekki beint kylfingum fýsilegar. Nei. Hér sjáum við efnilegan kylfing úr golfklúbbi Kópavogs og Garðabæjar. Þetta er Emil Ragnarsson. Já. Og hann var nú bara þarna alveg við toppinn lengi vel á lokadeginu. Annar stórefnilegu kylfingur úr G&G, Óðinn Þór Ríkarsson. Stór skemmtilegu kylfingur, 15 ára gamall. Og setti þetta í þarna fyrir myndavélarnar og áhorfendur. Og hér sjáum við Harald Franklín Magnús, Íslandsmeistara í golfi. Þarna var Ragnar Már Garðarsson úr G&G sem vann þennan glæsilega sigur í Englandi í Duke of York mótinu. Duke of York mótinu, já. Emil að reyna að hella sér í fugl hérna á 13. brautinni. En það er komið rosalega mikið af ungum virkilega efnilegum kylfingum. Ég meina Fannarinn náttúrulega sem við sjáum hér í mynd ekki nema 14 ára. Svo eru þarna rétt fyrir ofanam 15, 16, 17 ára mjög sterkir kylfingar sem eru farnir að birsta sig í svona mótum. Já, það er óhætt að segja að komandi kynslóð í golfinu sé mjög sterk og mun sterkari heldur en kynslóðar sem voru að koma upp fyrir 3-4 árum. Þannig að það eru virkilega spennandi tíma framundan í íslensku í svona afreksgolfi. Og það er eiginlega bara aldrei að vita hverjir eru að fara að gera eitthvað í mótunum og hverjir að koma svo margir til greina í dag sem að gera þetta jafnt og skemmtilegt. Hér séu Fannar slá af 14. teig. Hann nýtti sér aðeins völlinn til þess að hjálpa sér að fikra sér nær hólunni. Og þá slæðir Ragnar Már. Hann setur hann örugglega inn á flöt. Á þessum tímapunkti þá voru þeir jafnir efstir Ragnar Már og Andri Þór á 14. brautinu og Haraldur Franklín var þar einu höggi á eftir þeim. Ég sá við Andra. Hann er að búta þarna fyrir fugli og Fannar að reyna við fuglinn hér á 14. og rétt missir hann. Hann var annars að púta alveg glimrandi vel í mótinu og maður valla sá hann missa pút af 3 metrum og niður. Hann var feikilega öruggur í þessum stuttupútum. Hann æfir gríðarlega vel og notar vetrartíman vel með ágætis aðstöðu í Hveragerði sem þetta er á 15. teig ekki sér. Hérna er Harald Franklín að slá af 16. teig. Já, 16. teig, já. Og hér er gaman að fylgjast með Óðinni Þór. Hann grunnar að boltinn sé farin út fyrir vallamörk. Og við fylgjumst með hann hneigir sig. Hvað, fór hann í stein eða? Nei, boltinn skreiði naumlega yfir ströndina og rétt smeig inn á braut og var hann bara í frábæri færi á að koma sér inn á flöt í 2 höggum. Já, líflegur kylfingur þarna á ferð. Já, skemmtilegur strákur. Og hér sjáum við Andra slá inn á 15. flötina. Það sitt annað högg. Á þessum tímapunkti voru þeir jafnir, Andri og Ragnar Már og einu höggi á undan Haraldi Franklín. Fannar Ingi á 15.
Hann var komið niður á parið þarna, hann var 2 höggum á eftir Andra og Ragnari Má, en eins og oft áður þá það 16. teigurinn sem að reynist kylfingum erfiður. Ja, menn skjálfa hann á hnjánum en það ekki beint auðvelt teighögg, sérstaklega í þessum vindi sem að ítir boltanum hreinlega út fyrir vallamörk. Já, og við sáum hann vel í svartri treyjunni hjá Ragnari Má, hann ringdi vel. Andri og Ragnar Már sló út fyrir vallamörk og þurftu því að slá 3. högginu sína teig. Og enn á aftur þessi 16. braut, þarna ráðast oft mótin. Hver man ekki eftir, hérna var það ekki á Íslandsmótinu 2008? Jú, það eftirminnilegt. Já, þegar það var eftirminnilegt, þegar Kristján Þór Einarsson vann í rauninni eftir að hann Heiðar Davíð og Björgvin rauninni kostuðu frá sér svona sigrinum. Já, með því að setja nokkra í sjóin. Heiðar setti 2 eða 3. Hér sjáum við Pál Theódórsson. Hann byrjaði lokahringin alveg glimrandi og var komin í forustu snemma á hringnum, en honum fataðist heldur betur flugið á seinninni í hólunum og hann lauk leik í 13. sæti. Hann fekk 9 högg á 15. brautina. Hér sjáum við vallastjóran í Eyjum, Örlyg Helga Grímsson. Hann stóð sér vel og hafnaði í 3. sæti í mótinu. Já, hann læddist þarna á síðustu brautunum þegar allir voru að tapa höggum. Þá náði hann sér í 2 fugla á síðustu 4 og komst upp í 3. sæti. Og hér slær Haraldur Franklín sínu 3. höggi inn á 16. flautina. Hann spilaði 16. brautina miklu öryggi. Hér sjáum við Óðinn Þór. Hann fór heldur betur óvenjulega leið að þessari hólu. Hann hitti ekki annað höggi sitt og fór þar á milli 17. flatarinnar og vassins sem liggur þar á milli. Já, eftir að hafa bara rétt náð yfir. Já. En hér sjáum við Emil Ragnarsson. Hann slær sínu 3. höggi hérna inn á flöt og í mjög góðu færi á að fá fugl. Áhörundir í Eyjum í stuðu undir reglífinni. Haraldur Franklín fyrir fugli. Hann tryggir þó parið hér og þá það Óðinn fyrir fuglinum sínum. Hann nýtur þessu aðeins til hægri. Það hefði nú alveg verið eftir því eftir þess að þetta hefði verið skrautlegur fugli á honum. Og þá fær Emil Ragnarsson hann fær sinn fugl, ljómandi fínan fugl. Hann brósir í kappinu þessu strákurinn. og Óðinn hann fær parið sitt, já. Haraldur Franklín með parið sitt, þannig að eftir 16. brautina þá hann 2 undir pari. Hann fekk fugl sem sagt á 15. brautina, þannig að eftir 15. braut voru þeir allir jafnir. Já, og þá var einu spurningin hversu mörgum höggum þeir myndu tapa Ragnar Már og Andri á þessari 16. braut. Fannar Ingi, hann spilaði hóluna aðeins örugar heldur en hinir. Og hér Ragnar að reyna að bjarga skolla. Þarf að sætta sig við tvöfaldan skolla og fellur því niður á parið og þá 2 höggum og eftir Haraldi þegar 2 hólur eru eftir. Og Andri fór enver út úr hólunni. Já, Andri sló aðeins yfir flötina og misreiknaði svo vippið, þannig að hann var að taka sitt 7. högg og leika hólunni á 8 höggum. 3 höggum yfir pari og var komin í rauninni 3 höggum á eftir Haraldi Franklín. Þarna var Fannar Ingi bara komin aftur í góðan sens á sigri, þarna sett hann niður gott parpút. Já, eftir að hafa áttóldi erfiðan loka dag, þarna kom hann sér eiginlega aftur inn í baráttuna. Hann byrjaði mjög vel, fekk 2 fugla snemma á hringnum en misti svo tökin á aðeins tökin. En þarna slær Haraldur Franklín í vatnið á 17. brautinni og það dýrt. Þarna geta menn auðvitað tapað höggum. En Haraldur Franklín, hann engin aukvís í golfi eins og sést besinlega hér. Þetta erfitt vipp með vindin. Sjáu þið, þetta var næstu því búin að bjarga parinu. Með vindin í bakið og hallar ekki flötin frá honum. Þetta var bara eins og maður segir, meistarlega gert. Já, glæsilega gert, þannig að hann tapaði ekki nema 1 höggi þannig. Þá slær Fannar af 17. teg. Þeir voru ekki öfundsverðir kylfingarnir að þurfa að fara þarna út eftir með vindin í fangið og rigninguna. Það rigndi duglega þarna og það var ekki óalgengt að menn
væri að yfirslá aðeins flötuna en það voru menn svo sem ekkert að þora að taka neitt minna verkværi heldur en þurfti. Já, eins og Ragnar Már gerði þannig og Andri líka sama og Haraldur Franklín. Það var að Fannar Ingi. Hvað gerði hann af teig? Hann sló bara örlítið og stutt, þannig að hann þurfti bara að vippa hann inn að hólu. Þetta var hans annað högg? Já. Hann var í betri stöðu heldur en Ragnar Már og Andri. Þannig er Ragnar að taka sitt 3. högg. Þannig að hann fær skolla hér á 17. braut og er því á þessum tímapunkti 2 höggum á eftir Haraldi. En Fannar, hann smeltir hreinlega niður bara fínu pari hér á. Og er í fínum málum þarna? Já. Þarna er hann bara einn yfir pari og er jafn í öðru sæti með Björgvini Sigurbjörnssyni. Andri nær þarna í skollan sinn og þarna er hann kominn 1 högg yfir par, 2 höggum á eftir Haraldur Franklín. En þessi gamli refur, Björgvin Sigurbjörnsson, fekk fugla á síðustu, kom sterkur inn í lokin eins og gjarnan á þessum velli og eins og gjarnan bara hjá honum í ferlinum. Þannig er hann kominn á parið í heildina og einn í öðru sæti. Já, sérst efstur í klúbbhúsi, þannig að hann þurfti bara að bíða og sjá hvað aðri kylfingar myndi gera. Nú þurfti Haraldur Franklín að fá parið að betra á þessa braut til að vera betri en hann. Já, hann lagði upp, en hann vissi svo sem stöðuna, hann var duglegur að spurja fólki kringu sig hvernig staðan væri í mótinu. Sem er mjög breytilegt hvað kylfingar gerir því, sumir vilja ekkert vita og meðan aðrir vilja hafa allt á hreinu. Þetta var bútt fyrir fugli hjá Haraldi. Já, hann hefði svo sem getað endalega gengið frá sigrinum þarna, þannig að þeir sem komu eftir gátu mögulega náð honum með því að fá Örn á lokahóluna. En hann endar mótið á 1 höggi undir pari, 1 höggi á undan Björgvini Sigurbjörnssyni og er þar með forystu maður í klúbbhúsi eins og kallast. Emil stóð sig vel í mótinu og lauk leik í 7. sæti. Og Óðinn Þór endaði í 11. sæti. Hér séu Andra Þór slá sínu öðru höggi á 18. brautinni. Heppnin er aðeins með honum þarna. Já, hann mátti ekki miklu muna. Skautar þarna á ströndinni. Aha. En hann Ragnar Már, hann lét vaða. Hann ætlaði að reyna að komast inn á flöt í 2 höggum. En vindurinn svona ítt honum til hægri frá honum síð. Þetta er erfist að hann hefði kannski, eða hvernig hallar, er hann ekki niður hallað þannig? Jú. Já, hann hefði jafnvel vilja fara ofan í glompuna frekar. Fannar Ingi, hann gerði slæmistök á 8. teig og sló út fyrir vallamörk. Þannig að hann var raunni kominn úr baráttunum sigurinn og í raunni líka annarsætið. Þannig að kannski hans einu stóru mistök í mótinu. En þetta þurfti Ragnar Már að setja niður til þess að jafna við Harald. Ekki náðist það. Það var bara spurning hvort hann næði fuglinum til að jafna við Björgvin. Ekki gekk það eftir, þannig að hann lýkur leik á 1 höggi yfir pari. Andri Þór fyrir fuglinum. Rétt missir hann, þannig að hann þarf að sætta sig við par. Hann er 2 höggum yfir pari í heildina. 3 höggum á eftir Haraldur Franklín. Þannig að þetta voru eiginlega þarna þessar 16. og 17. sem fóru alveg með hann. Og hér sjáum við Fannar Inga, stór efnilega kylfingin frá Hveragerði, klára mótið. Hann er sýndi í þessu móti að hann getur svo sannarlega veitt þeim allra bestu skráöfu. Já, hann er svo sannarlega stórefnilegur og það verður afar fróðlegt að fylgjast með honum í framtíðinni. Já, en Haraldur Franklín Magnús stóð uppi sem sigurvegar í Securitas-mótinu í Vestmannaeyjum. Haraldur Franklín, þú lítur að vera afskaplega ánægður með þannan sigur, er það ekki? Jú, bara fínt. En þar fór margt úr skeiðis sem betur fer gerist það í öllum held ég. Það var svolítið svona dramatískur lokahringur, mikla sviptingar þarna undir restina. Vissirðu hvað væri í gangi? Ég spurði alltaf bara alla sem ég hitti hvort þeir vissu stöðuna í þessu. Ég vissi ekkert hvað er í gangi annars. Þú er farið vel að stað í sumar, 3. sæti á Akranesi og núna sigur. Þetta byrja vel. Já, bara mjög sáttur. Spilamennskan hjá þér er hún góð? Ég sé helling sem mætti laga sko, en ég er svona kannski að skora fínt. Þannig að þú svona átt ennþá eitthvað inni, alltaf varst gríðarlega öflugur á síðasta ári. Já, ég þarf að laga svolítið mikið sko, en mér er að takast að skora vellina samt. En það þarf að bæta margt. Margir strákar sem voru að berjast um sigurinn? Já,
flestir mjög ungir. Kom það þér á óvart hversu margir ungi peyjar að svona fjara að ykkur? Þú ert ekki gamall sjálfur en þú ert núna með reynslu meiri kýlvingum mótaröðinni. Já, það kom mér svolítið á óvart, sérstaklega bara einhverju 15-16 ára, hvað þeir voru góðir. En Björgvin, þú ert í öðru sæti hér í Vestmannaeyjum, væntanlega svolítið sáttu við það, eða ekki? Jú, ég sáttu við það. Já, þetta var bara mjög gaman og maður kann eitthvað aðeins en þó. Já, ég var að spila vel, ég kom smá slys á annar í gær og setti mann svona smá út af laginu en annars var þetta heilt yfir bara nokkuð gott. Það var náttúrulega slæmi hlutir en góður hlutir líka inn á milli. Þú búinn að færa það aftur yfir í smíðarnar eftir að hafa verið golfkennari hjá golfhúsinu Keili síðustu ár, þannig að þú hefur þá kannski örlítið meiri tíma til þess að sinna golfinu sjálfu núna? Já, ég allavega maður hefur ánægði að fara í golf. Það var ekki til lengur, maður var bara búinn að vinna og þá dreif maður bara að bursta golfvellinum. En núna hefur maður meiri tíma fyrir annað og svona, þannig að þá getur maður að fara á golfvellin líka. Ætlar að spila eitthvað meira í sumar heldur en þú hefur gert síðustu 2 árin? Ég er búinn að spila meira núna síðustu 2 ár, þannig að þetta ekki komið flott í ár og kannski 2 móta næsta ári. Nei, eins og ég segi, ég er ekkert með ákveða neitt og það er bara svona hvernig skapið ég verð á sunnudagskvöldi ef það skrá sig. Þannig að þú lítur að vera afskaplega sáttur með helgina hér í Vestmannaeyjum. Stóðst þig gríðarlega vel? Já, takk fyrir það. Ég er mjög sáttur. Svona, ekki nema bara síðasta dagur var lélegur. En áttirðu von á því fyrir helgina að þú myndir vera efstur eftir fyrsta dag og bara í toppbaráttunni eftir annan dag? Nei, ég bjóst alls ekki við því, en bjóst alveg við að ég get alveg spila vel fyrst að ég er búinn að vera að spila svona vel upp á síðkast. Ja, þú varst ekkert að slá styttra heldur en hinir strákarnir? Kannski aðeins, jú, eitthvað smá, en komið samt á óvart, ekkert eitthvað fáránlega mikið styttra. Ég var nú ekkert sérstaklega stressaður á fyrstu hólunum, síðan var ég svolítið spenntur hérna á síðustu hólunum, sem geti kannski hafa leitt til þess að ég sló out of bounds á síðustu. Vandrar svolítið svektu með það á síðustu hólunni að mást í möguleika á að ná öðru sætinu? Já, mjög svektu með það. Ég hefði bara fengið par, þá hefði verið, held ég, í 3. sæti, jafn í 3. En þetta er alltaf að læra þessu núna. Þér gekk nú samt ótrúlega vel á þessum erfiðu hólum hér í Vestmannaeyjum. Varst að fá fugla á 13. braut og líka á 17. á laugardeginum. Hvað var í gangi þar? Ég veit það ekki, bara, þetta er ekkert erfiðar hólur þannig, bara í vindi þá er það erfiðar, en ef þú heldur þér á þurru þá er þetta frekar léttar hólur. Þú ert væntanlega með mjög mikið sjálfstraust núna eftir þessa frábæru 2 helgar í röð. Já, ég var 3 helgar, ég er búinn að spila núna 3 mót á samtalspari, 8 hringir, svo það er alveg frábært. Hér sjáum við lokastöðuna í Vestmannaeyjum, Haraldur Frankli Magnús, sigurvegari og Björgvin Sigurbergsson í öðru sæti, 3.-4. Ragnar Már og Örlygur Helgi. Við minnum á næsta mót á einskismótaröðinni, Íslandsmótið í holukeppni sem fer fram aðra helgi í Borgarnesi. Þökkum fyrir okkur. Verið sæl.